Silja Bára Ómarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég ég ætla fyrst þetta með að forstöðumenn sjálfstæðra stofnana séu skipaðir af forseta. Ég myndi vilja hafa valkost 2 þarna, að þess að ekki verði sérstök grein þessa efnis í stjórnarskránni. Ég á erfitt með að sjá fyrir mér í samræmi við þessar hugmyndir sem við erum alltaf að reyna að tala um að valdi skuli fylgja ábyrgð. Hver ábyrgð hæfnisnefnda ef forseti skipar. Ef ekki farið að hæfnisnefndinni og eða einhver telur á sér brotið í hæfnismatinu, hverjum stemt? Hvert fer kvörtunin? Það þá forsetinn sem að brýtur lögin eða brýtur hann lögin eða brýtur hann reglurnar ef að hann fer að gölluðu hæfnismati eða hvað? Mér finnst þetta bjóða upp á allt of mikil vandamál, þannig að ég vona að fleiri muni íhuga það að hafa ekki þetta ákvæði inni. Síðan þetta með staðfestingu laga og málskotsréttin. Ég tel að við séum með bæði þjóðarfrumkvæði og heimild minnihluta ef það komið inn aftur, heimild minnihluta þingmanna til að skjóta málum til þjóðarinnar, komin með alla þá öryggisventla sem þörf á, og ég myndi hallast að valkosti 2 þarna í þessari grein, en þó hef ég smá efasemdir það, og það kannski eru bara almennar efasemdir það hvort að eigi að þurfa þessa staðfestingu forseta á lögunum. Það hvort að það eigi ekki bara láta Alþingi eftir það að staðfesta lög og láta þar við sitja. Ég tek undir það sem að Katrín Oddsdóttir sagði með forsetann, og ég held að ég hef nefnt þetta líka áður, að ef forsetinn þarf að vera með einhverja svona rökstudda ákvörðun, hvað þýðir það fyrir forsetann og forsetaembættið. Mér finnst allan að fyrsti valkostur þarna ansi vandasamur, og hef svona efasemdir þessa framsetningu bara í heild sinni. Takk fyrir.